Verið velkomin kæri áhorfendur. Nú ætlum ég endilega að taka fyrir lausnir á algebrujöfnu og dæmið um jöfnu sem ég vil endilega leysa er x plus 12 deilt með 5 er jafnstórt eins og talan 4. Og núna ætla ég að pröfa að teikna þetta upp á rauntölu ásnum hvað þetta raunverulega þýðir, og það sem við getum gert er að við setjum 0 hér og við setjum 4 hérna. Þá fáum við vita það er einhver stærð, hvernig svo sem hún lítur út, sem er gefin við x plus 12 deilt með 5 sem endar í staðsetningunni 4. En við getum líka gert annar hlut, og það er það að við getum ákveðið að gera allt 5 sinnum stærra heldur en það raunverulega er. Vegna þess að þessi hérna jafna, ef við ætlum að leysa hana og finna út í hvað x-gildi þarf að vera til þess að þetta hérna gangi upp, þá er ég að finna einhverja tölu sem ég get lagt 12 við og deilt með 5 og fengið 4 út. Og það sem við getum valið að gera er að ég get margfaldað með 5 og gert allt 5 sinnum lengra. Og þá myndi það þýði einmitt á rauntölu ásnum að staðsetningin sem ég myndi byrja fyrst upphaflega í 0 myndi vera 0 og ég myndi enda síðan í staðsetningunni 20, og það er því vegalengdin þá x plus 12, og ég ætla að sína hvernig þetta kemur til. Þetta kemur til vegna þess að ef við tökum x plus 12 deilt með 5, þá getum við margfaldað fyrir ofanstrik með tölunni 5 fyrir sikkur með jafnaðarmerki. Þannig að ef við setjum svega hérna, þá getum við margfaldað með tölunni 5 hérna megin. Og núna ætla ég að pröfa að skipta svona aðeins lit svo við gerum greinarmun á því hvað. Að við getum margfaldað með tölunni 5 sikkur megin hana við. Það er að segja 5, og síðan erum við með töluna 4 sem er óbreytt sinnum talan 5. Og þá gengur 5 út hérna og þá fáum við 20. Þannig að við fáum jöfnuna x plus 12 er jafnstórt eins og stærðin 20. Ætla að skrifa 5 á bort. Er jafnstórt eins og stærðin 20. Og þannig munum við ganga núna koll að kolli og halda áfram raunverulega að vinna með tölur eins og við þekktum þær. Þannig að við munum alltaf vera með einhvers konar talna á sem að lýsir raunverulega sömu hegðun. Þá gerði ég bara þennan hérna ás 5 sinnum stærri heldur en ég byrjaði með upphaflega. Og síðan það sem ég gerir eftirfylgjandi er að ég dreg 12 sikkur megin frá jafnaðarmerki. Þannig að ég myndi núna draga 12 sikkur megin, þá er x plus 12 mínus 12 dregin sikkur megin frá jafnaðarmerkinu. Þá er 20 mínus 12, það er talan 12. Og þetta hérna er jafnt og 0. Þannig að við fáum x plus 0 er jafn mikið eins og 20 mínus 12. Ég ætla nú ekki að gera þetta. Það eru 20 mínus 12 sem er talan 8. Og x plus 0, það er ennþá jafnt að x. Þannig við fáum út í að það veri x er jafnstórt eins og talan 8. Það sem við gerum hér er að við umbreytum þessu hérna formi þannig að við dróum þannig séð 12 frá og við gerum allt 12 styttra vegna þess að við vitum að þetta hérna deilist upp í ykkur staðsetningu x og síðan plus 12 í vegalengdinni sem bætist aukalega. Þannig að ef við drögum 12 frá sikkur megin, þá erum við búin að stytta allar stærðir lengdina 12. Ekki stækka eða minnka, heldur stytta eða lengja. Annarkort raunverulega færa staðsetninguna þannig að við förum frá 0 upp í töluna 8 til þess að mynda 20 vegna þess að 12 plus 8 er jafnt á 20. Þannig að x er jafnt á 8. Eða það sama að segja þessi hérna jafna sem við byrjum með upphaflega. Við byrjum upphaflega með jöfnuna sem að sagði okkur að x plus stærðin 12 deilt með 5 er jafnstórt eins og 4. Þannig að pröfum núna aðtóka hvort að x jafnt á 8 sé sú stærð. Þannig að við fáum 8 plus 12 og þetta er undir skilyrðinu gefið að x er jafnt á 8. Þá fáum við 8 plus 12 deilt með 5 er jafnt á 4. 8 plus 12 það er 20. 20 deilt með 5 það er jafnt á 4 líka. Og það vil svo til að það sé hérna 4 er jafnstórt eins og 4. Það er að segja yes, virkar, engin mótsögn. Það er að segja þetta er satt. En það sem ég var að gera hérna með að gera allt mikið stærri eða mikið minna eða færa til fram og tilbaka, það er með þessar hérna aðgerðir þegar ég margfaldar með 5, deil með 5 eða eitthvað svoleiðis. Og það sem að fylgir að þessu er önnur stærð sem að gera þetta svona aðeins flóknara. Hérna er þetta vola þægilegt vegna þess að það er auðvöldu uppsetningar á dæminu. En við getum farið í hans flóknari uppsetningar. Ég myndi núna taka annað dæmi fyrir. Og þetta dæmi byggir meira á því það sem er svona algeng mistök sem nemendur eiga til að gera er að margfalda vitlaust í gegnum brotin. Plus 3 og síðan koma 4,
3/4 ætla ég að nota, afsakið, 3/4 og er jafnstórt eins og stærðin 5/6. Eða ef ég myndi tekna þetta á rauntöluási, þá myndi ég uppgötva það að ég væri með staðsetninguna 0 eins og mætti búast við og ég væri með loka staðsetninguna 5/6 og það verður einhvers x þriðji sem ég myndi ferðast fyrst, sem að x deilt með 3 og sem myndi ferðast loka vegalengdina 3/4 áfram, sem seinni hlutan af vegalengdina minni. Og núna þarf ég bara að finna út í hversu stórt er x-ið til þess að halda þetta hérna gangi upp. Og þá byrjar maður einmitt á fjörinu eins og mætti ímynda sér. Hvað getur maður gert þess að gera lífið sér þægilegt? Maður tekur eftir að það er x þriðji hérna, það er 4/3, það er 5/6. Það sem ég myndi gera er að ég myndi færa ásinn aftur á bak. Þannig að ég myndi bara fara frá, í staðan fyrir að enda í staðsetningunni 5/6, þá vil ég enda í staðsetningunni þar sem að x þriðji er jaft á einhver ákveðin staðsetning. Það er að segja, ég vil draga frá 4/3 sikkur megin frá jafnaðarmerki. Og ég ætla síðan tvær leiðir til að gera þetta. Þetta er ein leiðin. Það er pluss 3/4 mínus 3/4 sem ég dró sikkur megin frá jafnaðarmerki, þannig að það er 5/6 mínus 3/4. Það er að segja, ég færiði allan ásinn aftur tilbaka 3/4. Þannig að það ætla þessi hérna stærð pluss 3/4 mínus 3/4, það er bara jafnt á 0 og síðan finnum við út úr þessa hérna stærð eftir smá stund. X þriðji og núna er ég hægt að skrifa 0 eða, gerum það bara svona til þess að halda í hefðina. Þetta er svona nostalgía hjá manni. Og þá er það 5/6 mínus 3/4. Og núna verða nemendur oft svolítið örugglegar á því að hugsa með sér alveg, guð mig góður, ég þarf að vinna með allar þessar leiðilegu tölur og þetta eru svo sannarlega ljótar og leiðilega tölur. En það er svona ákveðið samhengi hérna. Við tökum að samnefnarinn getur mögulega orðið 12 og ég ætla núna að skrifa þá x þriðji og síðan er það jafnstórt eins og 5/6 og mínus 3/4 og ég bjóð til svona auka pláss viljandi til þess að ég mátt að margfalda núna með 1. Að margfalda með 1 er til dæmis 2 deilt með 2. 2 deilt með 2 er jafnt á 1. Þannig að ég margfalda með 1, 2 og við uppgötnum það að 5 sinnum 1, það er líka jafnt á 5. Það er eins og að leggja 0 til, þannig að það er allt í lagi að gera. Þannig að ef við myndum taka núna 5/6 sinnum 1, þá er það ennþá jafnt á 5/6 ekki satt. En við segjum líka sagt að 5/6 sinnum og það sem að 2 deilt með 2 er jafnt á 1 líka, þá er það sama á 2 deilt með 2 og þá fáum við út úr þessu 10/12. Og að samaskapið þá getur ég valið að margfalda með 1 hér og talan sem ég eftir að margfalda með er 3/3. Það er jafnt á 1 líka aftur. Þannig að út úr þessu kæmi að ég myndi núna keyra í gegn margfaldunina, það er einmitt eins og 10/12 og hérna myndi ég fá 9/12. Þannig myndi ég fá út úr þessu hér að x þriðji, það var jafn mikið eins og 10/12 mínus 10, hvað er að bylla? 3 sem 3 er ekki 10. Það er víst 9 segir ykkur. Allan að 3 stykki og 3 stykki. 3 stykki og 3 stykki eru 9 stykki. Ef maður hugsa það þannig. Það var þess að 3 sem 3, það er 9 og síðan 12 hérna. Og núna horfir fólk að mann á hugsa með að segja, ok, hvernig tengist þetta rauntölu ási? Ég er ekki alveg að sjá það. Jú, þetta tengist þeim rauntölu ási. Ég myndi tekna þennan hérna ás og ég ætla núna að nota allt aðra liti. Ef ég myndi tekna þennan hérna ás, það sem að ég myndi tekna rauntölu ásin hér, þá erum við þannig rauntölu ás að við byrjum í 0 og við endum í staðsetningunni sem að myndi þá vera talan sem að kæmi út úr útreikningnum 5/6 mínus 3/4 og við ferðumst vegalengdina x þriðju og náttúrulega svona nefnandi sem hefur tekið eftir að vera að pæla í þessu svolítið að við uppgöta það að við gerum náttúrulega allt síðan eftir á 3 sem er stærra en klárum að reikna út hvað 5/6 mínus 3/4 er í raun að veru og ef við skoðum það þá uppgötum við það að þetta hér er jafn stórt eins og núna erum við að þetta er sama að segja 10 mínus 9 fyrir 12 á samnefnaranum okkar eða þetta myndi gefa okkur 1/12 ekki 11, 1/12 það myndi gefa okkur 1/12 hér eða það er sama að segja x þriðji er jafn stórt eins og 1/12
og ef við myndum teikna þetta aftur upp á rauntölu ásinn, þá erum við með staðsetninguna 0, við erum með loka staðsetninguna 1/12 og við ferðumst vegalengdina x þriðju áfram með fram. Þannig að fyrsta sem ég myndi gera núna er að gera allt 3 sinnum stærra, vegna þess að þá get ég fundið út hvað 1x er. Þannig ég myndi markvalda með 3 sikkur megin hérna í jafnamerki, það er að segja sinnum 3 hér og sinnum 3 hérna, og þá uppgötum við það að þá gengur út þristurinn hérna og eftir stendur er x er jafnt á 12 og verður þá 3/12. Eða lokasvarið er einmitt að við gerum allt 3 sinnum stærra og þá fáum við þetta form og þá erum við komið með lausnina. Og ef við trúum ekki, erum ekki viss hvort að lausnin sé sönn eða ekki, þá getum við alltaf pröfað að skella henni upp. Upphaflega jafnan okkar, það var þessi hérna jafna, og ég er núna að halda þið fram og lausnin okkar sé 3/12. Þannig að pröfum núna að reikna út úr því. Hérna erum við x deilt með 3 og þá er það sem við getum pröfað að skella inn er bara 3/12. Sérst 3/12 allt heila klappið deilt með 3 pluss 3/4 er jafn stórt eins og 5/7. Núna ætla ég að fara í gegnum nokkur útreikninga til þess að gera lífa okkar þægilega. Þetta hérna vill svo til að er jafnt á 1/12 fyrir þá sem hafa ekki aðeins vita hvernig er ekki alveg vanið að vera reikna með brot. Ég ætla að biðja ykkur um að íhuga það einmitt að ef þú tekur 3/12 deilir síðan með 3 þá munum við uppgöta það að þetta er sama að segja 3/12 sinnum 3 deilt með 1 1/3 sama að segja þetta og gengur 3 út með hvort öðru og eftirstendur er 1/12. Sérst við tökum 3/12 í 3 hluta og þriðji hlutin myndi vera 1/12 og þá stendur eftir með 1/12. Gerði vitlaus típu af striki, ég ætla nú ekki alveg að gera þessa típu. Þá fáum við sérst 1/12 pluss 3/4 er jafnt á 5/7. Og ef við ætlum að lengja þetta hérna, þá myndi ég lengja þetta með 3 eins og ég gerði áðan. Þannig að gengur út þetta sama markvalda með 1 og þá fær maður það út að þetta hérna verður 1 pluss 9 eða þetta verður 10/12 sem að vill svo til að er það sama og segja 5/7 vegna þess að 10/12 það er jafn mikið eins og 5 sinnum 2 deilt með 6 sinnum 2 sem er jafn mikið og 2 ganga út með hvort öðru sem er jafn mikið að segja 5/7. Þannig að já, svarið er þetta hérna leysir jöfnunarðina. En ég lofaði víst því að fara í gegnum 2-3 mismunandi leiðir og hérna er önnur leið sem ég ætla núna að sýna ykkur sem er allt öðru en gefur nákvæmlega sama svarið eins og ætti að gera vegna þess að það sem við gerum hérna er að við fórum í gegnum þetta ferli það sem við drófum frá, styttum, lengdum, breyttum og nú ætla ég að fara í gegnum ferli það sem ég reyna að gera þetta bara allt í einum bunnu. Þannig ég byrja aftur með sömu jöfnu eins og við gerðum áður að ekkert breytist upp á það að gera eins og lífið er hræðilegt og það breytist aldrei pluss 3/4 og er jafn mikið eins og 5/7. Nú ætla ég bara að markvalda með 3 gegnum alla jöfnuna eins og ég þekki þessi. Það er að segja, ég fæ ykkur jöfnu sem ykkur segir mér á þessum rauntölu ási að ég vil endilega fara upp í 5/7 og vegalengdin sem ég þarf að framkvæma til þess að gera það er x þriðja pluss 3/4 og það sem ég ætla að gera er að ég ætla bara að gera allt 3 sinnum stærra og ég fulla rétt á því eins og mörg öðru. Og þá er það sem ég geri og núna setjum sviga þetta allt saman og við verðum að setja hana sviga og þá ger ég sinnum 3 ger ég þessa vegalengd 3 sinnum lengri og þessa hérna vegalengd 3 sinnum lengri sem er hérna. Það er að segja ég gerir ásinn hérna fyrir neðan sinnum 3 sinnum stærri og ég gerir þessi hérna 3 sinnum stærri líka. Það er að segja það markvalda ég bæði vegalengdina hérna fyrir ofan og vegalengdina fyrir neðan þannig að allt gengur upp eins og að gera. Þá uppgötuðu það að þessi hérna stærri verður 15 deilt með 6 en það vill svo til að 6 deilt með 3 það er sama að segja hálfur. Þannig við fáum 3 og núna er x þriðju pluss sem kemur 3/4 og það vill svo til að tala 6 ef ég myndi taka töluna 5 sinnum 3 deilt með sem þessi hérna stærri er í raun að veru 5 sinnum 3 deilt með og síðan 6 þá er það sama að segja 5 sinnum 3 deilt með 3 sinnum 2 3 gengur út þannig að 6 er jafnt á 3 sinnum 2 og eftirstendur er 5/2. Þannig að við myndum fá hérna þetta er jafn mikið eins og að segja 5/2 sem stæði hér. Síðan myndi ég þurfa að markfalda á hvert lið inn í sviganum tölunni 3
og það mjög mikilvægt að maður gera sér grein fyrir að þetta fyrir kvelli. Þetta ekki bara á annan hlutan eða hægri hlutan eða vinstri hlutan, þetta á báða hlutana. Þannig ég fæ 3 sinnum x deilt með 3 pluss 3 sinnum 3 deilt með 4 jafn mikið eins og 5 hálfur. En nú aftur, ég gerði bara allt 3 sinnum stærra eins og ég mátti gera til þess að gera lífið mitt þægilegra. Þá uppgötaði það að hérna ein stærð sem gengur út, þá gengur þristurinn út og eftir stendur þannig við fáum að x jafn stórt eins og pluss sem fáum 9 og fjórðu jafn mikið eins og 5 hálfur. Og þá spyr sig fólk, ok, hvað getum við gert meira hér? Hvað þýðir þetta í raun og veru? Þetta þýðir að rauntölu ásinn sem ég bjóð til, sem var áður, 3 sinnum stærri frá því sem var áður, hann byrjar í 0 eins og hann ætti búast við, hann endar síðan í einhverju stærð sem 5 hálfur og við erum búin að ferðast vegalengdina x áfram pluss 9 fjórðu til þess að geta komist þessu sem vegalengd. Það það sem þessi hérna jafnar raunverulega segir. Og síðan getum við dreigið sikkur megin frá jafnaðarmerkinu, einmitt með að stunda þessa færslu sem ég mjög hrifinn að gera, þar sem við draugum raunverulega allt kerfið vegna þess að ykkur staðar hérna ertu með x og síðan ertu með áframhaldandi 9 fjórðu stærðina áfram og vil ég bara færa hana þannig að ég færi bara einungis vegalengdina x áfram með fram rauntölu ásnum og þá myndum við fá sérst pluss 9 fjórðu mínus 9 fjórðu jafn mikið eins og 5 hálfur mínus 9 fjórðu. Og þá vitum við það gamalli góði reynslu þetta hérna í aftur 0 þannig að þá fáum við x pluss 0 jafn mikið eins og 5 hálfur mínus og nú býðið til smá pláss hérna viljandi 9 fjórðu. Eitt sem voðalega þægilegt hérna að ég tek eftir ég má markvalda með 2 fyrir neðan og ofan strik vegna þess að ég get markvalda með 1 á þessa hérna stærð. Þess að 5 hálfur sinnum 1 það jafn mikið eins og 5 hálfur sinnum 2 eða það jafn mikið að segja 10 fjórðu. Eða við fáum hérna út af þessu ef við leikum okkur pinkulítið að þá staður vera 3 hérna, það eitthvað staður 4 og það 10 fjórðu og 10 þetta og út af þessu ætti að koma eitthvað staður sem að myndi make a sense allana við vonum það það sem að myndum testa hérna eftir og já, kemur hérna 10 fjórðu þá fáum við út af þessu hérna 10 fjórðu mínus 9 fjórðu eða það verður 1 fjórði sem eru þá stærðin sem við erum að sækjast eftir og núna horfir fólk á mann alveg bara þetta ekki sama stærðin eins og var áðan vegna þess að ég ætti nú kannski að fara milliskrifið hérna til öryggis og það alveg víst að nemendur átt að sjá því að það verður þá 10 mínus 9 og síðan fjórðu og þetta hérna sama að segja 1 fjórði og núna horfa nemendur líklega saman og hugsa með sér jæja, þetta ekki sama talan við sá áðan sá ég ykkur alltaf aðra tölu hvaða tölu sáum við áðan ef við förum núna aftur tilbaka við sáum töluna 3/12 og þá ætlaði ég að leika með svolítið og þess aðtuga vegna þess að þetta koma 2 tölur hérna út vegna þess að ég fór öðru sér leið en þetta samt sem á sama stærðin þetta bara ein stærðin sem mikið einföldu heldur en annars þetta gefur okkur þá að x jafn stórt eins og 1 fjórði sem svar ég var í öðru svari og síðan getum við pröfað að sjá hvað gerist ef við skella sig ef við skella sig núna inn í upphalega jöfnuna sem ég var með þá myndi upphalega jöfnan vera x þriðji ef ég segja x jafnt og 1 fjórði þetta bara testið okkar þess að hvort þetta satt pluss 3 fjórðu jafnt og 5 sjöttu þá uppgötum við það að ég skelli þessum 1 fjórða inn þá fæ ég út af því sama eins og fá 1 tólfti þá vera 1 fjórði deilt með 3 pluss 3 fjórðu jafnt og 5 sjötti smá útreikningar hérna sínaði með það að við fáum 1 fjórði deilt með 3 það jafn mikið að segja 1 fjórði sinnum 1 deilt með 3 eða 1 tólfti þannig kemur þessu 12 tala fram aftur það 1 tólfti pluss 3 fjórðu jafn mikið eins og 5 sjöttu þá tökum við eftir því að þessi hérna tala 4 þetta markvalda með 3 fyrir ofan og neðan strik kemur 3 hér og þá uppgötum við það að var kannski mínus eitthvað starf neða pluss, ok og þá uppgötum við það að þetta hérna verður þá sérst 3 og það pluss hérna á milli þannig að við fáum sérst út úr þessu 12 hér sérst það voru 6 hérna þá fáum við sérst 1 tólfti pluss 9 tólftu sem 5 sjöttu og hérna fáum við sérst 10
tólftu sem er jafnt á 5 sjöttu og það er satt vegna þess að 10 tólfti það er sama að skrifa 5 sinnum 2 og 6 sinnum 2 þannig við fáum 5 sinnum 2 og 6 sinnum 2 er jafn mikið eins og 5 sjöttu þannig að 2 ganga út og eftir stendur við fáum að 5 sjöttu deilt með 6 eða 5 sjöttu er jafn mikið eins og 5 sjöttu og það er satt og þá uppgötu það að þetta hérna er líka lausn en hún lítur samt sem var ekki eins út það er að segja hinn lausnin sem við fengum áðan það var lausnin þar sem við fengum að vita að x var jafnt á 3 tólftu en þá vill svo til að við getum tekið 3 tólftu og skrifa 4 sinnum 3 þannig að 3 gengur út og eftir stendur er 1 fjórði þannig að já, þetta er sama lausnin bara leist á öðru sem máta og ég mæli eindregið með því fyrir nemendur að þeir munu æfa sig einmitt í brotunum eftir bestu getu vegna þess að þessi brot eru miklu fljótlegri og það er leið til að reikna þetta heldur en það er áætlað með venjulegum tölum og sér líka næstu eftir því að það verður bara einfallega ekki þannig sett upp í mörgum dæmum í framtíðin og sérlega þegar komum upp í herjastarfræðina að brot verða bara einungis eina leiðin til að leysa þetta fólk er ekkert að nota einmitt kommatölur eða 3,45 eða eitthvað svoleiðis að venst brotunum þá er þetta bara nokkuð einfalt að leysa þannig ég segi takk fyrir mig